Sæl öll sömul. Jú, komið sæl og blessuð. Ég heiti Þorsteinn Maffi Einarsson. Ég heiti Haukur Bragason. Við erum tveir kallar. Það er rétt. Og við vorum að velta því fyrir okkur á Instagramin okkar sem að sko, ég lærði bara í gær að það er eitthvað fólk sem er að hlusta á okkur núna, sem er ekki að fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Já, þau eru rekin. Já, þið getur bara hægt að hlusta núna. Já, bara slöka. Nei, bara grín. Bara smá sprell. Nei, það sem að við vorum að ræða á samfélagsmiðlum bara í gær og hinn, það er dagskrárgerðin okkar og því að eins og fólk veit þá erum við með fasta liði og svona. Jú. Og við vorum að velta því fyrir okkur hvort að fólk væri að fíla þetta, hvort það væri sátt við efnistökin og skipulagið og svona. Við eiginlega enduðum á smá svona ef að segja niðurstu, við svo sem höfum ekki rætt þetta, ég og þú. Hugljómun. Eureka, Epiphany. Já, einmitt. Nei, ég minna, er það eitthvað leyndamál? Hver við komum stað? Hver ég kom stað? Nei. Hvað við fengum frá honum Gísla Björgunni? Nei, við vorum bara sammála. Já, við semst áttuðum okkur á því að við hefðum pínu lítið fjarlægst svona okkar einsta kjarna. Já. Eins og við byrjuðum. Já. Og eins og ætluðum að vera. Mistum svolítið fyrsta tónin, sko. Já. Þannig að við ætlum að fara aftur þangað. Týndum honum. Já. Og sá tónn og við vorum að velta því fyrir okkur og spyrja þau ykkar sem er að fylgja okkur á samfélagsmiðlum hvað ykkur fyndist dagskrárliðin eitthvað dagsins. Og vorum svona að velta þessu fyrir okkur. Og við rauninni komstu að því að við lögðum þetta upp eins og fólk vil hafa þetta og föttuðum að eitthvað dagsins var orðið aðeins of hefi á köflum. Já, einmitt. Það var ekki alveg nógu relatable og svona auðmeltanlegt og við viljum... Í sumum tilfellum, já, einmitt. Já. En samt viljum við halda áfram að hafa þetta pínu eitthvað, sko. Já. Stundum kemur bara eitthvað. Já. Bara allt öðruvísi. Já, bara stemning. Já. En þetta má ekki verða þurrt og of vísindalegt að því við erum náttúrulega bara tveir kallar og við vitum eiginlega ekki hvað erum að tala. Jú, við erum það má ekki kallar. Gleymast, sko. Við erum náttúrulega tveir kallar og við vitum algjörlega hvað erum að tala um. Nei, við viljum bara að fólk haldi að við vitum hvað að tala um. Það er munurinn, sko. Já, reyndar. Ok, sorry, miskilningur. Yes. En er eitthvað að frétta annars, eða? Bara svona almennt í lífinu? Nei, bara mömmuðinni. Mömmuðinni, hún er bara góð. Já. Viltu leiða mig í einhvern sannleika núna, eða? Já. Eða varst að vona að ég væri með eitthvað svolítið fyrir þig? Nei, bara ég er góð, sko. Já, það ekki bara? Jó. Ég var að klára að undirbúa mig fyrir 7 sekundum, þannig að ég er bara ready. Ha? Já, ég bara var að... Er þetta ekki undirbúin? Já. Eitthvað dagsins fjalla nefnilega eitthvað sem maður er ekki undirbúinu fyrir. Nú? Já. Eitthvað dagsins fyrsta barnið. Vá. Fyrsta barn kalla. Af því ég ætla að fókusa á kalla. Vá. Af því að þeir eru það sem skipta máli í þessum heimi. Og ég byggi þetta á myndi ég segja fyrst og fremst eigin reynslu og hugleiðingum. Já. En síðan smá trún og svona eitthvað sem þú treður inn í eitthvað. Já, svona, þú veist, maður þekkir þetta, sko, maður er sérfræðingur á þessu sviði. Og svo er ég með grein sem að hún Rebecca Cope skrifaði í ágúst 2024 og hún fjallar sem sagt hennar reynslu, af því að hún hefur þessa reynslu. Og viðtöl við aðrar konur sem að hafa eignast barn með karli. Og hún tekur líka nokkra rannsóknir inn í dæmið. En sem sagt pælingin er, sko, bara svo ég búið til ramman ég ætla ekki að fara út í fæðingarþunglindi.
Nei. Þetta það ekki endilega fylgifiskur fyrsta barns. Nei, en þetta tengist svolítið þetta er nátengt við umræðuna sem ég að fara út í. En ég ætla að reyna að halda mig þar fyrir utan að því að það er bara umræðarnir sem við getum tekið einhvern sem að setna. Bara fæðingarþunglyndi kalla er þing sem fólk kannski átti sig ekki almennilega á, en tölum við það setna. Hef ég samt ekki talað um það? Jú, þú myndist á það í Trúnó, held ég. Já, ég held að. En ég er að meina svona, hvað að segja, en að geðslappa fræðilega höfum við ekki verið að tala um þetta. Sko, það er nefnilega bara svo margt sem að enginn segir manni og maður er bara svo óundibúinn fyrir það sem gerist. Jú. Og ég held að enginn geti almennilega sett sig í þessi spór nema að vera í þeim. Og það er alveg sama sko hvað fólk segir við þig, nei, það er ekki alveg sama, það er svolítið pointið mitt, en semst, af því sem að er sagt í dag þá er það ekkert sem að undirbýri þig. Það segir bara, þú voru nú að ná að sofa nógu mikið að þetta gerist maður. Og maður bara, já, þú veist, þetta er að fara að sofa minna, skilur. En það er alls ekki það eina sem breytist. En láttum við ekki það? Já, sko, skilnaður er gífurlega algengur á fyrsta ári fyrsta barns. Það er búið að rannsaka þetta og ég er með rannsókn frá 2001 við háskólann í Born og þar segir Born, já, Jason Bourne. Nei, ég segir svona. Já, baby, born. Þessi er góður. Já, fæðing. Jú, einmitt. Born. Born, já. Fattur. Já. Já, varst að meina það. Að sem segir að 20% para hætta saman á fyrsta ári barnsins. Ok, mér finnst það nú frekar lítið. 20%, 1,5 sem hætti saman á þessu eina ári. Já, ég hef aldrei að vera fleiri. Í alvörunni. En eftir 2 ár. Því að það er oft talað 2 ára ramman, sko. Þarna er ég ekki með það. Nei, ég ætla ekki ábyrgist þessu tölur. Ég er sammálað þessu, sko. Ég hef oft heyrt talað fyrstu 2 árin, sko. Já, og ég hugsaði sjálfur með mitt fyrsta barn. Herðu, við lifðum af fyrsta árið. Annað afmælisárið, sko. Já, ok. Þá erum við safe, svo hættum við saman nokkur manni senna. Einmitt. En meðst þetta svakar, þetta er 1 af 5 pörum sem eignast barn. Það bara hættir að vera par. Og þetta það var orðað svona einhvern veginn á þann vega að í þessari grein eftir hana Rebekku að sko þetta er svona ein af kannski svona ein mesta kaldhæðni lífsins er að sko þessi svona, hvað að segja, bara líkamlega staðfesting ástar eða hvað að segja, hvað svona bara hold gerving ástarinnar er svo ótrúlega oft það sem að verður til þess að þau fara í sundur og sko hún er að tala líka, þú veist, það er bara svo mikilvægt að við séum aðeins meira transparent, við séum meira svona, þú veist, við bara tölum hreitna út það hvaða áhrif það getur haft á samband að það komi barn inn í spilið og lífið er bara lífið með unga barn er bara töluvert öðruvísi en lífið ekki með unga barn og sko sérstaklega þegar þetta er fyrsta barnið af því að maður er svo óundirbúin og veit ekkert hvað maður var að koma sér út í og it's like a bomb going off in your old life, segir hún. Ég held að það sé margt til í því, sko. Það er bara lífið eins og það var það verður aldrei aftur. Nei. Nema þú ætlir bara, og þá er ég að tala um sem kallinn, sko, að þú ætlir bara ekkert að vera þáttakandi í þessu, skilja. Ok, sko við náttúrulega getum tengt báðir rosalega við þetta og ég bara veltaði fyrir mig, nú veit ég ekki hversu mikið, hvert þú ætlaði með eitthvað, má opna fyrir umræður. Já. Vegna þess að ég held að nú erum við kallar sem að höfum átt fyrsta barn. Já. En ég fór reynda beint í annað barn. Nú? Nei, brandari.
þú hefði getað gert það ef að basmóðin Ef ég veit ekki fyrsta bandið kannski nei, ef að basmóðin hefði átt bad, skilur ég skil þú hefði getað byrjað með henni þú veist. En ég er að tala með eignarspall Já, heyrðu ég var að fara með eitthvað já nei, bara getum við kannski aðeins aldra við bara og reflektað á sko breytinguna sem varð til dæmis hjá okkur að og ég segi eiginlega við fólk sem er eitthvað svona eins og, fólk svona í kringum mig sem að kannski er jafnvel á lausu og er eitthvað svona að láta sig dreyma hugmyndina konu og barn og ég hef sagt svona don't do it ég hef sagt í grín og alvöru hatar lífið eins og það er þetta er rosalegt sko það er bara hatar lífið bara finnst þér lífið ömurlegt viltu allt öðruvísi líf þá myndi ég gera þetta og viðkomandi segir nei og ég segi ok að því að þetta er nei, ég meina, það er ekkert í rauninni, ég get ekki sagt neitt annað til þess að lýsa því hversu krefendu erfitt þetta er en bara í alvörunni, hattur lífið þitt og ertu í alvörunni vissum og þá er ég ekki bara að tala um að því að börn eru óþólandi ekki bara ekki bara þá staðarind nei, ok, lítil börn ég meina, þetta er fólk þetta eru einstaklingar sem að það er engin 2 börn, nú á ég 3 börn og þau eru ekki eins þau vil ekki sömu rútinu þau svo ekki sama tíma þú veist, það er ekki copy-paste þú veist, þannig að sama hversu oft ég hef gert þetta þrisvar, þetta er alltaf öðruvísi og þetta er alltaf eitthvað svona sem við þurfum bara að finna út úr að því að barnið er ekki að fara að segja manni neitt nema með einhverju grenji og kvarti og maður er eitthvað svona býtu, allir sé mig í maganum eða allir sé, þú veist, bara í alveg þetta er bara endurist gisk og þetta er svona pínu, sorry, þú mátt komast að þetta smá að ég reyna að átta mig á því hversu sko intense svona fyrir sambandið hérna, að því að nú hef ég átt þessi börn með konum sem var fyrsta barn þeirra beggja við erum með sömur einslu þar líka sko ok, þannig að ég á sem sagt 2 barnsmæður sonur minn sem er elstur, hann er hérna við sem sagt skildum og hvað eru 7-8 ára milli eða hvað? Heldur það? 6 ár þú verður að vita hvað börnin eru gömul sko já, ég veit hvað eru gömul, ég er bara ekki góður í starfræði það er, hérna, dóttir mín er 8 sonur minn er 14 það er 6 og hérna hversu intense þetta er sko á parasambandið og eina myndlíkingin sem er dettur í hug er þú veist, þegar þið eruð verkjuð eitthvað staðar bara, þú veist ég veit ekki, hausverk eða bara þið bara rákuð tána harkalega í barnastól eða eitthvað eða borð, eitthvað svona bara, þið mittuð ykkur ógeðslega mikið og svo allar einhver að krefast einhvers af ykkur á sama tíma og þið eru að drepast þú veist, það er bara og það er ekki að tala um endilega börnin, bara einhver bara maki, vinur, eitthvað þú ert bara að gera annað það kemst ekkit annað heldur en sér sársöki og þannig er pínu að vera að eignast barn og alveg upp fyrstu árin eins og að reka tána í mörg ár samfellt bara stöðugt ok, nei, þetta er myndlíking yfir sko áreitið og svona capacity, það er bara fullt hjá þér þú ert alltaf bara með ómikinn sársöka ómikið ála, ómikla streitu að hérna maður verður bara að hafa einhvern stuðning og einhverja bjargir og einhvern þroska og eitthvað til þess að geta tekist á við svona óbóðslega mikla streitu og álag sko. Og maður verður að vera undirbúin í það er ekki hægt að vera undirbúin það er ekki hægt, en þú verður að vera samt, þú verður að átta þig á því að þú ert að fara út í eitthvað sem þú veist ekki hvað verður erfitt og þá er ég, þú veist, auðvitað þú veist, það segir sér alveg sjálft við þurfum ekki að taka það fram en ég er samt byrjað að gera það, þú veist, að auðvitað er þetta ótrúlegt og bara, þú veist, maður kynnist nýjum einstaklingi og maður kynnist sjálfum sér eiginlega bara eitthvað nýtt og þú veist, þetta breytir lífumanns en það er ekki þar með sagt að það sé allt hræðilegt sko. það er bara mjög margt sem er bara alls ekki hræðilegt við að eignast barn en sko, það sem ég ætlaði að koma inn á áðan af því að nú erum við
báðir með þetta pattern sko, að við greinilega stóðum okkur ekki betur en það að við þurftum að hætta með fyrir barnsmóður okkar og prófa þetta annar staðar. Hjá mér liðu sko 12 ár á milli barna og ég stóð mig að því sko í seinnaskiptið af því að það er náttúrulega fyrsta barn konuna minnar núverandi og hitt var fyrsta barn fyrirverandi konuna minnar þáverandi, það er rétt að sko í seinnaskiptið þá held ég myndi alveg vera með þetta af því að ég var búin að gera þetta áður og allt það en veistu hvað? Ég var búin að gleyma bara heila öllu ég var bara búin að gleyma bara basic hlutum eins og bara, mér fannst bara eins og ég væri aftur að eignast fyrsta barn já og mér fannst svo skrítið að geta ekki tappað inn í einhverjar, auðvitað gerði ég það einhverju leiti, en ég held að ég geti reitt mig meira á fyrri reynsluna og ég væri svolítið með þetta og það kannski, í einhverju tilfellum var það þannig en í mörgum tilfellum bara alls ekki og sumt held ég að maður verði aldrei almennilega vanur eitthvað sem að gerist í frekar stuttan tíma eða svona einstök tilfelli eins og bara eins og þessi fyrsta fucking tjöru kúka bleia eða fyrstu það er bara sjokker sko og að geta eiginlega ekki verið sko finnast lyktin af bandinu ógeðsleg út af naflastrengnum fyrstu dagarnir skilur þegar hann er bara svona eitthvað rotnandi lífrænt efni og eitthvað. Nú ætlum ég að gera eins og þú myndi gera tjöru kúkableiga þú voru að útskýra það eins já sko fyrsta bleian eða fyrstu bleiunar eru tölvert ógeðslegar út af bara, það er náttúrulega búið að vera bara, legvatn að fara í gegnum bandið og svo blandast inn í þetta náttúrulega bara, broddmjölkin og þetta og sko, en svona þegar að meldingin er ekki komin er ekki komin í neitt, þá er bara eitthvað ógeðslegt gamalt efni sem er þarna sem að skila sér síðan inn í bleiuna og hún er, bara eins og þetta er bara eins og svört tjara og þetta er alveg einmitt, þetta getur verið bara pínulítið allavega var það þannig á mínum bönnum að þá var þetta bara pínulítið kom eitthvað svona smá svört leði og þetta er bara eins og bráði malbygg þetta er bara algjörleðja lín svart og ef þú nærðist ekki strax af þá þarftu að skafa þetta af bandinu sko. Þetta bara límist þetta viðbjöður sko já, einmitt, þetta er bara mjög gott lím maður getur kannski bara tekið þetta kannski er þetta viðskiptahugmynd en annað sko, sem ég man eftir er að þegar við eignust hann Ími, litla gaurinn okkar sem er núna 5 ára þegar hann sko er á bara degi 2 held ég eða bara fyrstu hann fæðist nótt, þetta var ekki bara eftir það, bara fyrsti dagurinn í rauninni að sko þá allt í einu bara kemur svona hann liggur bara eitthvað að vera pínlítill og krútlegur og bara með þessi hljóð sko, þessi kekkið sko þessi fyrstu svona hjal hljóð sko en svo kemur bara svona exorcist æla bara gjössamlega lóðrétt upp í loftið bara fer líka upp í þak sko. og ég bara hvað er í gangi þá var þetta sem sagt legvatn að skýla sér, ég hafði ekki hugmynd þetta að skýla sér upp á svona ótrúlega ofbeldisfullan hátt ég spurði mig það eftir á því ég fór bara í panik ég bara, hvað er að gerast og þá kom eitthvað já, manstu ekki eftir þessu með fyrrabarn eitthvað, ég bara nei og svo fór ljósmóðurinn að spyrja hvenær fæddist hún eitthvað hún fæddist 12 árum já á þeim tíma þá voru að dæla þessu upp úr börnum ég bara já ok
og gerið það ekki lengur nei, ok þá, þú veist, er þetta kannski óþarfa aðgerð bara já. og hérna, ég bara, þú veist, þetta var svona bara eitt dæmi eitthvað sem ég var bara eitthvað þetta er í alvörinni bara alveg nýtt fyrir mér af því að leið svo langur tími en allavega, heyrðu á ég að halda þess áfram með þetta sko hvað var ég þetta? Já, lífið umturnast og allt breytist og þú ferð ekkert hérna þú veist, þú ferð ekkert út á lífið með strákonum og hérna, þú ert ekkert bara þú veist Já, þú ættir allavega ekki að gera það 5 sinnum í viku í ræktina í 2 tíma í senn og hérna bumbubolta og badminton með bróðinum og þú veist, ef þú ætlar að gera allt þetta bara, þú veist, þá ertu að mínum að ekki að standa þig á hinum staðnum á meðan og það er svo sumir bara áttast ekki á þessu að sko, þú veist, þú þarft að setja töluvert margt á hold og sumt verður aldrei aftur eins fyrir en að bara barnið farið heiman sko og hérna sko þú ert líka svolítið fastur það er að segja, þú getur ekkert bara farið eitthvað af því að þú ert með barn þú veist, þetta er bara svona eins og fólk sem að fæði sér hund, skilur þetta oft ekki alveg bara eitthvað svona, já, ég get þá ekki lengur bara farið upp í lagsvið eða sumabústað nema ég þarf að gera ráð fyrir hvað að gera við hundina með hann en hann er með barn sko og það er ekki til svona barnahótel eins og hundahótel og reyndar kannski önnur viðskiptu en sko það er geðveik viðskiptu fyrir nýfætt börn getur ekki klika en sko þú veist, það bara er allt öðruvísi eru þið þreytt með nýfætt barn komið þið með það á barnahótelið í Mosfellsbæ og þá bara alltaf eitthvað svona ein kona í svona scrubs að vinna og svo eru börnin í svona litlum hólfum Ég meina þau eru ekkert að reyfa sig, þau eru ekki að fara neitt Þau eru ekkert að fara neitt, skilur Þau þurfa, þetta er ekki flókið Þau þurfa bara að fá að skýta og því þetta Bara passa að skipta bleiur reglulega og mitt, gefa mig eitthvað að drekka Þau mun ekkert mun eftir þessu Það er ekki þess að mun að hafa ykkur áhrif á þau Við þurfum að slá til Ég til að leggja bara allt mitt undir í þetta Við erum að grínast Við vitum að þetta hefur traumatiserandi áhrif Þú þarf að djefa blamaður Hlusta á þetta En sko, já, þú ferð ekkert án batsins og þetta eins og svo margt annað og líka bara þetta að þú veist ekkert Þú veist ekki neitt og þú veist, jú, þú getur farið á okkar námskeið og eitthvað og þá veist eitthvað aðeins en þú veist samt ekki neitt Ekki eftir þessi námskeið sko Þú veist eitthvað smá, þú veist grundvöllin grunnatriðin en sko og það skilabóðin eru samt svolítið þessi sko að það er allt í lagi það var enginn kannski að ætlast til þess að þú værir með þetta á hreinu áður úr komin á staðinn og margt í þessu lærist rosalega fljótt en það er svo gífulega mikilvægt að vera undirbúin fyrir það að þú ert alveg óundirbúin og þú veist rosalega lítið hvað er að fara að gerast en þú mátt vita það að lífið þitt breytist algjörlega nema þú ætlir að vera hálfviti og ekki vera með í þessu sko. Já, en nú sko bara ég held að það sé óhætt að segja þrátt fyrir allt að ég hafi verið ómeðvitaður hálfviti með öll mín börn sko og ég held að þetta sé eitthvað atrið sem að við þurfum einhvern veginn að taka til okkar því að það er svo augljósa breytingar hjá yfirleitt konunum okkar sem er að ganga með barnið og hérna og oft eru börnin háðari þeim með næringu sem að er bara konstantli stöðugt endalaust brjóstakjöfin sérstaklega ef það er þannig að sko og við náttúrulega tölum þetta líka í bókinni sko þriðvættina að afleiðingin af þessu getur orðið svo að mamman verði fyrstu umrunaraðli og
og það leiði af sér síðan frekara svona, ég var að segja, ójafnrétti eða ójafnvægi í foreldrahlutverkinu. Sem fyrir kannski einmitt að byrja aðgrænast bara akkurat þarna, bara með brjóstakjöf og öðru sem að þú veist, konan náttúrulega í allt öðru hlutverki, bara allt öðru til að byrja með. Já, en það sem að ég er að koma að og þá getur þetta aðgrænst sko. Þá svo auðvelt fyrir þig að fara kannski bara að kíkja aðeins út og... Já, þið ekki bara að leggja ykkur og eitthvað svona að sko, ég held að ég og mínar basmaður þó að við reyndar töluðum, alltaf ég og Hulda töluðum alveg saman þessa hluti en hún kannski gæti ekki bent mér á eitthvað sem að mögulega ég var ekki tilbúin til þess að sjá af því að í okkar sambandi okkar einslu þá bregst ég ekkit mjög vel við gagnrýni þegar það svona ráðist á mig en þetta samtal held ég að þurfa að eiga sér stað strax einmitt að þú veist, ég var ekki að fæða barn ég get alveg skotist út í bolta með strákunum ég get alveg skotist á djammi sko líkamlega og ég meina, þið ekki bara að fara að sofa klukkan 8 ferðu ekki bara að sofa með þeim eitthvað svona veist ekki hvort þið svo þreytt að sko, ég held að við þurfum að eiga samtalið það að ok, nú ætla ég held að setja þetta hold, ég ætla að geyma þetta ég tek ekki að mér aukavinnu ég tek ekki að mér aukaverkefni ég verð heima, eitthvað svona að því að svo einmitt þetta þarf að eiga sér stað þetta með aukavinnuna síðan annar punktur sko. Því að það náttúrulega minnka tekjur og ekki verið að gera þetta auðvelt fyrir fólk sko. Nei, ok, ég reyndar að meina í mínu tilviki svona aðeins að heimsækja eigin reynslu mér hættir til að taka að mér svona félagsstörf svona ég tek aðeins meira að ég óborgað sko ég geri það alveg ekki gera það og það var mjög erfitt bara þegar við eignum síðan yngsta barnið okkar Kamilu sem er hérna 3 að því að líka þú veist eins og nú er ég eitthvað að kenna og þá eitthvað svona það vantar eitthvað ný hérna starfsmannafélagi hérna það vantar eitthvað fulltrúi þetta og ég hugsa bara okay, hvað þýðir þetta? Þetta þýðir meiri vinna, meiri álag, meiri fjarvera ég get það ekki þannig að ég er líka ótrúlega leiðlugur og óvinnsæll þú veist ég er ekki að vinna mér inn einn stig neins staðar á meðan ég er alltaf bara að ýta öllu frá mér að því ég veit það að, og þetta er ekki bara að því að ég er svo geðveitt næs heldur bara, dætur okkar þurfa bara dóldið munun á sinn hátt út af alls konar og það bara fysiskt þá er ekki í rauninni hægt að vera sóló með þær til dæmis 2 en þetta er alls konar svo talandi alls konar mér finnst þetta svo góð lína hérna í þessari grein mér langar að fara í hana sko að fólk skilur sko you are aware that your impromptu after work drinks might be drying up for a few years but for many women the real sticking point is that it feels like while for them life is completely different but for their partners it's not það er þetta sem að ég held að sé mikilvægt að við kallar gerum okkur svolítið grein fyrir að sko við getum farið þá leið að það breytist eiginlega ekki neitt í líf okkar að mestu leiti, já það er eiginlega ekkert í boði hinum einn sko rosa erfitt sko og líka bara, þú veist að því að konur eru nú bara hvað að segja yfirleitt betur víraðar en við hálfvitanir hérna en sko Hatar þú alla? Ekki alla, flesta en sko not all men en sko ég man ekki alveg hvað stíðar á þetta ég var að fara að segja eitthvað á þá leið að sko þú veist fólk sem kallar þeir þurfa svolítið að taka ábyrgð og þeir þurfa að átta sig á akkurat þessu að þeim er gefið og bæði út af hvað við segja, líffræðilegum ástæðum og út af kynbundnu valdakerfi heimsins að sko þeim er gefið tækifæri til þess að taka mun minni þátt eða mun meiri þátt algjörlega eiginlega eftir því hvað þeir ákveða og hvað þeir vilja og hvað þeir eru tilbúinir að leggja á sig og það er, ok, það er 20 í þessu það er svo fullkomlega skiljanlegt að vera ekki til í þetta já.
Ég meina, ef þú kemst undan einhver sem viðbjóð Ég meina, af hverju ættir að vilja sleppa öllu sem þeim finnst skemmtilegt að gera á kvöldin og þú veist Þetta bara því miður fylgifiskur þess að eignast barn, þess að segja hattar á lífið. Akkurat. En annað í þessu náttúrulega að ég búin að gleyma því. Já. Hvað ætlaði að segja annað? Einmitt, þá held ég bara fram. Sko, annað atriði sem að spilar inn í þetta með hvað segja, skilnaðatíðni eða bara fólk fari sundur á þessum tíma er kynlíf eða skortur á því eða breyting á því og þetta er eitthvað sem að fólk talar rosalega lítið sko ég veit ekki hvort það kallar átti sig almennilega á því hvað líka með hvenna breytist mikið. En veitu, er rannsókn að segja þetta kemur mikið í viðtölum og svo er ég með smá með kynlífið? Já, og svo er ég með smá hérna frá rannsókn sem er frá 2000 í Journal of Obstetrics and Gynecology. 64% of women experience sexual problems within the first 6 months after delivery, with 38% saying their sex life had not recovered to its pre-pregnancy state. Þannig að bara þessi samantekt á tölum segir okkur að það er hægt að tala þetta sem eitthvað svona fasta, þú veist, einhverja staðarind að mínum að og þú veist líka með breytist fyrst náttúrulega bara það er náttúrulega bara allt í hakki eftir fæðingu, skilur að þetta bara tekur og þetta er bara svona enn eitt atriði sem að hvílir bara algjörlega á herðum konunar á meðan kallinn hann breytist náttúrulega ekkert líkamlega við fæðingu sko og hefur nákvæmlega sem hreyfigetu og getur farið í bumbubolta daginn eftir fæðingu sko veist. Þannig að það er þetta sem að spilar inn í og sko brjóstagjöf hefur náttúrulega líka áhrif þarna á sem sagt hvað ég segja kynlíf, kynlöngun og svo náttúrulega veist, bara kyngeta er bara öðruvísi þegar að þú veist, þú ert nýbúin að eignast barn, það var að tala konuna sko. Veist, og það er eins og margir kallar séu bara ekkert til í þetta það er rosa skrítið þegar maður horfir á þetta blákalt sko. Já, það er bara já, það er já, sko ég ætla að heimsækja aftur streituna af því að þú ert búin að lýsa líffræðinni og ég meina það getur verið allt í hakki og það er alls konar breytingar í líkamannum og svo framvegis ofan á það bætist síðan þessi óbúslega streita sem að getur mögulega verið eins og að vera að dúndra tanni í eitthvað stöðugt fyrir utan það að sumum finnst bara verulega íþyngjandi hvort sem það er óþægindi í líkamannum eða bara íþyngjandi að vera með barn á brjósti að þú veist, þannig að þú ert einhvern veginn bara undir svo miklu álagi að ég held að fyrir mörgum sé að fullkomlega eðlilegt að kynlíf að það sé bara ekkert inn í myndinni það bara sé engin áhugi kynþörf sé nákvæmlega engin eða lítil í einhver tíma, í einhverja mánuði og við þurfum að skilja það og það sem að ég ætla líka að segja er að því að, þú veist, menna nú eignast ég börn fyrir 14 árum og svo fyrir 3 árum að sko það sem að ég að minni reynslu og náttúrulega við Hulda við farið í gegnum para meðferð og svona það er að tengingin okkar þar að segja sambandið okkar við sem par það er ekki bara established eða hvað maður að segja því er ekki bara viðhaldi í gegnum kynlíf tengingin er ekki bara kynlíf en ég hef nefnilega lesað rannsóknir þar sem að tenging kalla við maka sinn kvenkyns yfirleitt er í gegnum kynlífið en tengingin og nú tala ég af reynslu milli mín og Huldu að þegar við lærðum að vera tengd þrátt fyrir alls í hakki allstaðar og við erum bæði að dundra tánni í eitthvað allan daginn að þá getum við samt verið góð streitan þarf ekki að hafa áhrif á okkar samskipti okkar tengingu og í rauninu okkar ást okkar á milli þó að það sé ekkit jafn mikil tími fyrir kynlífi eins og það hefur verið þannig að ég held að ef að skorturinn á kynlífi er að pirra einhverja að
að þá tel ég vísbendingum að það þurfi mögulega að skoða hvernig eru tengslin á milli. Já, það ég náði ekki að klára eitt punkt á hann og ég er að fatta núna að það kom sennilega svolítið illa út sko. Að þeir var að tala um að kallar fatt ekki hérna kannski fyrirfram hvað líka með konu getur breyst mikið við fæðingu, þá er ég ekki að meina að það sé vandamál fyrir hann. Það sem ég er að meina er að það vill oft verða sjálfstraust eða sjálfsálits vandamál hjá konu og ýmislegt sem að spilar inn í þar og þetta er eitthvað sem að var talað um hana í mann ekki hvort það var í þessari greinu eða eitthvað öðru smilas að hérna þetta spilar inn í þetta innan gerðsleppa vandamál að hvað kynlíf breytist eftir fæðingu og í eitthvað svona x tíma eitthvað hérna já, eins og var talað um hann var miðað við eitthvað 6 mánaða tímabil þar sem að 38% hvenna segir að þú veist kynlífið það er ekki komið á sama stað og það var fyrir já, hvað að segja meir en hálfu ári eðlilega allir að segja já. Fyrir utan staðrind að það er eitthvað pínlítið barn alltaf hana með ykkur já hendur okkur í trúna, viltu halda áfram? Ég hef bara loka orð til kalla já. sem að kannski hafa ekki eðlægt lífsitt ennþá er að sko veist, endilega gerðu það sko en vertu tilbúin í það að sko þú munt vera gjörsamlega lost rosalega oft en nærvera þín og bara þú veist að hún mun breyta miklu og vertu tilbúin til þess að hérna, þú veist, taka samtöl og hérna og hugsa svolítið hvað verður að gera og þú veist svona pæli bara hvað get ég gert til þess að hérna, gera þetta, hvað segja, létta undir með og svo framvegis og ég er ekki að bera byrðina bara saman já, sko og ég er ekki að segja ég stóð mig bara svo enga veginn nógu vel ég er ekki að tala, ég er ekki að reyna að predika eitthvað hérna, ég er bara að tala út frá minni reynslu sko. Og það er svo margt sem ég sé eftir á að ég hefði geta gert öðruvísi og hefði geta gert betur og maður tapar sér bara svolítið í bara svona, þú veist, eins og ég grípi þetta stundum þegar að ég með atanir og svona, að þú veist það er okkur svo eðlislegt að vera í ykkur svona rútínu, að vera bara í þetta bara 9 to 5 og svo bara mallar þetta og svo bara boltinn og kvöldinn og svo bara hérna er ég að fara hitta strákana á laugardaginn og þetta okkur er svo eðlislegt að festast í rútínunni og fatt ekki að þegar að aðrir hlutir breytast í lífi okkar þá getur það krafið þig breytingar á rútínunni. Já, það bara krefur þig breytingar. Já, og hérna að vera eingöngu að vera meðvitaður það held ég geti breytt svolítið miklu og vera meðvitaður að þú veist þú ert að fara að setja ýmislegt á hold fyrst sinn svo náttúrulega kemur þetta kannski smátt aftur eftir því sem að barnið eldist og hérna þú veist, kynlífið mun breytast fyrst sinn bara magnið að því og allt það það er svo margt sem að þú getur gert þó svo að þú sért ekki með hérna mjólkurframleiðslu sko og hérna ekki við erum búin að segja hérna ekki breyta lífiðinu nema gjörsamlega hatir það sko en þetta er kannski ekki alveg svo einfalt en bara þú veist, auðvitað er þetta eitt af því sem að hefur mest áhrif á mann í lífinu það er að gangi gegnum þetta og vera til staðar og að fá að vera með í þessu en bara verið þá með í þessu Einmitt. Og ef mér langar að bæta einu við að lokum djúldur alltaf halda áfram hérna, það er ef að því að nú vissi ég sem dæmi mjög mikið með þriðja barn alls konar bæði barnauppeldi, lítilbörn og sambönd og bara félagslegar aðstæður og svo framvegis ef að aðstæðunar þarf að segja þér finnst það bara eins og að sé vera að kreista lífsviljan út úr þér að þurfa að mæta þessum kröfum og væntingum og þessar ábyrgð sem fylgir því að vera með nýfætt eða lítið barn
og þú finnur þig vera svona að reyna að komast undan í rauninni því að vera heima hjá þér og sinna barninu þínu, þá getur það verið merkjum fæðingarþunglyndi, bara til þess að nefna það. Já, akkurat. Og þá vera vakandi fyrir því. Já, þá eru heilsugæslur og svona sem skima fyrir því og það er hægt að fá alls konar hjálp, sálfræðings, lyfja og svo framvegis, bara sem að hendar. Ef að henda okkur í trúnó. Yes. Ég ætla að segja þér Haukur og ykkur sem að hlusta ég ætla að segja ykkur frá honum Steina litla. Ok, hversu litla? Ég ætla að byrja á 4 ára Steina, cirka 4-5. Þú fyndið að þú varst að tala mitt fæðingar og hérna eitthvað svona fyrsta barn og eitthvað. Sem sagt, ég er fyrsta barn mömmu minnar. Hún eignaðist mig þegar ég var þegar þú varst 0 ára. Þegar hún var 18 ára og hérna sem að er svolítið ungt og hérna ég man til dæmis að hún var sem sagt náttúrulega bjó hjá foreldrum sínum og afa og hérna og oft þegar til dæmis hún fór með mér í skólan og einhver aðtapnir eða eitthvað svona dæmi og amma kom oft með þá hélt fólk alltaf að mamma væri systir mín ekki mamma mín og amma væri mamma mín en ok, þetta var ekki það sem ég ætla að segja sko, Steini litli, hann fór í svona 4-5 ára í roadtrip með mömmu og hérna við fórum á Kirkjubæðaklustur pínulitlum svona pusjó og hérna bara vorum að keyra og vorum bara að keyra lengi og ég var svangur og bað mömmu eitthvað að borða ég er svangur og hérna og mamma eitthvað svona segir herri já það er hérna í normalbrauð í pókanum hérna og getur fengið það og ég borði ekki normalbrauð þá ég borði ekki þá mér fannst það bara viðbjóður normalbrauð var bara svona versta sem ég vissi og ég sagðist ekki geta borða normalbrauð bara ég get ekki borða normalbrauð mér finnst það ógeðslegt skorpan svo hörð sko. bara, og brauð er bara eitthvað skrítið á brauðið og eitthvað allavega mér finnst það gott í dag en þarna bara ég gat það ekki og hún sagði eitthvað svona þú veist, ég menn ef þú ert í alvöru svangur þá borðar þú normalbrauð og ég sagði ég get ekki borða normalbrauð og það enda á því að Manst þú eftir þessu? Ég man eftir þessu nefnilega ótrúlega vel vegna þess að ég ældi úr hungri frekar en að borða normalbrauð þá kemur þessi dramatísk upplifun þannig að ég ældi úr hungri að því að ég neitaði að borða normalbrauð bara hvað gall ég man reyndar ekki hvað kom en ég man að mamma var bara shit eitthvað fattaði að hérna já allavega ég ætla að spóla þess áfram 6 ára Steini hann býr með mömmu sinni eitthvað starf eins og glöggir geta sér til þá var pabbi ekki inn í myndinni glöggir geta líka átt sér að því að þarna er mamma þín 24 ára jú, þau sem eru góði starfræði og við búum hérna saman og hérna ég var eitthvað ósáttur við mömmu hún var eitthvað, ég man ekkert hvað það var ég var mjög ósáttur þannig ég fór í heimasíman sem var náttúrulega ekki, það var ekki takasími var ekki takasími? Nei, það var enda skífusími já, ok en það var ekki farsími Nei, svona landlína heimasími og ringi afa og segi, herru við byggum upp í Kópavogi og amma afi í Grái segi, herru þú voru að koma að sækja mig ég er fluttur út pakkaði dóttinu minni í plastboka nokkrum fötum og fór út og afi sótti mig nokkrum fötum? Pakkaði fötum? Já, dótti líka ég var fluttur út sko ég bara ætlaði ekki að búa þarna lengur hjá mömmu Veistu eða best við þetta að pakkir fötum? Ég var að fara Já, þú ert 6 ára Já, ég er skynsamur maður Þegar hérna sonu minn 5 ára er að fara í við erum að fara eitthvað við erum að fara í hérna, við erum eitthvað til útlanda eða við erum að fara, hann er að vera pörsun eða eitthvað, þá pakkar hann alltaf hann pakkar bara dóti hann pakkar ekkert fötum hann er ekkert eitthvað, já, hvað þarf ég mikið að nærbúsum við erum að fara yfir 4 daga Ég var snúðum að ég hafi verið það en þú veist, ég hef örgulega tekið, þú veist, bestu buxurnar mín sorry allavega, það sem ég er að draga fram hérna er að sko mótþróa þvermóðska hefur fylgt mér hansi lengi og hérna og sko í sjálfskoðun svona síðastlega ára hef ég svona séð og skilið ýmislegt betur bara í mínu lífi
og náttúrulega þú veist, já, það var margt sem að svona mér fannst ósangjandi eða pirrandi hérna, þú veist, í samskiptum okkar mömmu af því að sko eitt mann ég til dæmis líka að sko af því að ég er í leikskóla í Grafarvogi af því að mamma var að vinna og amma var svona í hálfu starfi eða ekki að vinna þannig að amma var rosa mikið að sinna mér mann ég, sækja mig á leikskólinni í hátíðina þegar bara hálfu dagur og í rauninni allir vini mínir og allt svona mitt net var í Grafarvoginum og ég fer í mitt leikskóla í Grafarvogi, ég fer í Foldaskóla þar í 10 ár og amma hafi búið alltaf í Foldahverfinu nema mamma, hún býr þú veist, 1 ár eða eitthvað að minna hjá þeim svo býr hún sko í Kópavogi í einhverjum 2-3 íbúðum í Kópavogi og ég man til dæmis þegar ég var eitthvað örgulega 5-6 ára ég var út að leika, þú veist, ég man mér þess að það var svona kvöldsól, það var greinlega sumar og var svona fallegt eitthvað geðvægt við og allir krakkarnir út að leika og þetta var svona kvöldmataleiti mamma segir, herru, við erum að fara heim og ég var brjálaður að fara heim núna, allir krakkarnir úti þú veist, þannig að það var ýmislegt svona að tvent, það er náttúrulega mamma þú veist, var bara hún var fátæk, þú veist, hún var einstæð móðir, ung móðir voruð bara 2 í Kópavoginum já, voru bara 2 og hérna já, þannig að hún er náttúrulega að leita sér að bara íbúð sem að hún hefur efni á og er bara að reyna einhvern veginn að hafa þetta þannig að það fari vel um mig og eitthvað svona þannig að ég skildi ekki endilega aðstæðuna sem hún var í þú veist, þegar ég var svona að reflekta á eitthvað en ég skildi eftir svona þessa sjálfskoðun og bara sálfræði meðferðina að hérna að mamma var bara að gera sitt besta úr því sem hún hafði og gat og hérna já, að þess að fara eitthvað dýpra í það ég kannski tala um það seinna en þá mér langar aðeins að tengja þetta litla batana, litla steina sko við fullorðna mig eða partinum af mér ég ætla að fara að segja, við erum hérna komnir í partafinu mögulega þessum parti sko af steina litla sem er alveg spurning sko já, ok, förum ekki í partafinu núna af því að hann hefur fylgt mér lengi og ég sko kannski hef ekkit endilega átt að mig á því sko ef að segja þessum parti í mér þessum mótþróa svona einhvern veginn parti sem mögulega var til eitthvað starf þarna af því að ég nefnilega almennt er ég ágætur í samskiptum þú veist, ég er ágætur í að vinna með fólki ég er ágætur í að sýna fólki bara skilning og almennt svona það sem ég hef verið að vinna er ég vel liðin og kem vel fyrir almennt þó ég sé þú veist, vissulega lokaður og hérna, og svona sumum finnst ég að vera hrokafullur og góður með mig vegna þess að ég er ekki að gefa neitt af mér því bara nenni ekki eða eitthvað allavega það sem ég er að koma að hérna er ég hef alltaf þetta áttaði mig bara núna fyrir nokkrum árum ég hef alltaf átt erfitt með yfirmenn sem eru sko að stjórna mér eða krefjast einhvers sem að ég skil ekki eða mér finnst vera tilgangslaust eða jafnvel ósangjant ég trillist ekki í alvörinni en inn í mér þá bara ég get ímyndað mér að það sé svona steinlitli öskrandi á mömmu sína skilur við í aftursætinu ég bara í alvörinni ég trillist yfir þessu og hérna já, einmitt, það er svona skipandi, stjórnandi, stýrandi yfirmenn, hvað þá þegar þeir eru micromanagement sko líka þá bara, þú veist, ég bara ég get það ekki sko og ég á ennþá erfitt með þetta ég bara, þó ég viti þetta þó ég skilji þetta, þó ég geti reflektað á þetta að þegar ég upplifi og þetta getur verið vinur minn, þetta getur verið maki minn þetta getur verið fólk sem ég er að vinna með að þá, ef ég skynja eitthvað svona, einhver svona yfir mig sem ætlar einhvern veginn að setja mig eitthvað, þá bara geta ekki en skilur það og skynjar það in the moment nei, okay. það er bara eftir þá svona
Eftir á fattar að litli steini var eitthvað Já, eða bara áhugavert ég hafi upplifað þetta svona okay. og og hvað að gerast núna, eitthvað svona hvað var að gerast þarna, eitthvað svona þannig að er þetta sem ég er búin að vera pæla að því við vorum aðeins að tala parta sko, sem ég er búin að vera pæli sko. Kemur það einhvern tímann að ef maður er innan að gæslepa útskrifaður frá sálfræðingnum sko, að þú fattar þetta sko in the moment og getur brugðist við því og getur komið í vekk fyrir það sem þú áttar þig setna á það sem ég veist forðanilegt sko, sem ég veit ekkert Já, nei, ég meina það er náttúrulega það þegar sko það er það sem að gerist, það er að segja partarnir að því að það, í partavinnunni og fræðunum, þú veist, sem ég er ekki sérfræðingur í nývunnið, þá sko stundum triggerast parturinn í einhverjum vissum aðstæðum, ég meina ég er 40 ára og stundum get ég triggerast þannig að bara 17 ára ég tekur yfir þú veist, það er bara eitthvað í tilfinningaminninu eða eitthvað í mér sem bara tekur yfir og markmiðið með partavinnunni er náttúrulega að allir partarnir átti sig á því þeir eru hluta af þér, þeir eru ein heild og í dag er ekki þessi sami ótti gagvart mömmuðinni og normálbröðinu, þú veist, það er ekki lengur scenaríu í gangi, en það getur verið eitthvað svona fast sem triggerast, þannig að ég meina, ég upplýði það alveg að mörguleiti sé margt sem að ég triggerast ekki yfir og næja bregðast við sem fullorðin skynsamur maður en svo náttúrulega er fólk sem að ég man ekki orðið sem er notað, ekki skitsofreni heldur svona, persónuleikur sko, þú veist, þá getur verið að fólk sé bara afskapla partað, þannig að stundum fáum við fullorðna skynsama bara heilsteyptu manneskjuna og stundum bara einhvern annan part sem er bara eitthvað rosalega í miklu ójafnvægi þannig að markmið er náttúrulega að hýla þetta og komast í sátt við einhvern veginn þig. Já, en sko það sem ég er að segja er að sko það gagnast mér rosalega lítið að átta mig á því eftir á að þetta hafi verið einhver 15 ára haukur sem hafi tekið yfir og þetta sé eitthvað sko ég hafi brugðist við á sama hátt og þá eða eitthvað svoleiðis og hafi ekki getað komist yfir það og ég sé, þú veist, það gagnast mér rosalega lítið að átta mig á þessu og reflekta mig á þessu eftir að ég er búin að öskra á einhvern af reiði sem ég reyndar geri eiginlega aldrei en ég er að taka dæmi. Já, þetta er nefnilega ekki kognitíft sko. Þetta er ekki vitsmunulegt, þetta er ekki röglegt, þetta er bara sálfræðvinnan, partavinnan og úrvinnslan en hún verður til þess að þessi partur triggerast ekki í fullorðna þér okay. Þú veist, það er það sem ég er að meina en það getur auðvitað tekið tíma en markmiðið hlýtur að vera að einmitt leyfa núverandi þér 40x ára gamla þér að bregðast við inn í aðstæðunum Já. En þú gerir það sem fullorðin maður ekki sem 15 ára krakki skilur, í tilfinningunum þínum, en ég ætla ekki að reyna að fara eitthvað fræðað þetta en þetta er það litla sem ég veit þetta en ég var svona líka að hugsa og kannski einhver sálfræðingur sem að kann á þetta getur leiðrétt og ég er að fara með einhverja fleipur en ég hugsa það verður nú samt að vera svolítið fleipur í podcasti hjá Tveimur köllum það bara verður að fylgja jú. En þú ert að hugsa? Ég er að hugsa að sko mögulega að því að einhver staðar á lífsleiðinni þróaðist með mér sko einhvers konar það sem ég get ekki kallað annað en einhvers svona óstöðvandi réttlætiskennd það sem að þeirra og náttúrulega til að byrja þetta á því að ég upplifi eitthvað gegn mér sko sem er ránt en svo bara fer ég einhvern veginn að sjá meira að mögulega kemur þessi partur að góðu gagni líka í, ef að segja því að fylgja mínum gildum, standa við það sem að ég vil standa við og vera svo sem ég vil vera að hann hjálpi mér til dæmis, svo ég tækjum dæmi að bara vinna þá vinnu sem ég hef verið að vinna síðustu ár og svo einhvern veginn þessi mótrói og svona þetta svona
að hata einhvers konar, ég veit það ekki, yfirmann sem að getur verið þá bara einhvers konar straumar eða kerfi í samfélaginu sem að ég upplifu sem, fattaru, ósvengjant. Já, þetta góð pæling sko. Ég bara svona, já, ég fór svona að velta því fyrir mig, hvort að 4 ára Steini sé þarna einhvern veginn að fylgja mér, hafi mögulega þroskast inn í mig og sé orðin hluti af því að ég get bara staðið með sjálfum mér og benda á röglega á þess að verða ælandi 4 ára barn sem að vill ekki normbröð, heldur bara að setja einhvern farveg sem er actually sem að hefur öðruvísi áhrif. Ég er nú velta það fyrir mig bara. Góð pæling. Já, þetta var svona bara það sem ég ætla að segja við í dag sko. Takk fyrir það. Eitthvað svona sem að þú vildir reflekta á þetta? Nei, ég held að ég er búin að grípa fram í fyrir nokkur sinnum til þess að gera það sko. Hefur þá ekki bara að hóa í hlustanda? Ég ætla að finna hlustanda hérna. Heru, ég hef hér fundið hlustanda. Fyrir þau sem ekki vita þá draugum við hér miða úr aðsendum áskorunum eða umræðu efni frá ykkur gegnum samfélagsmiðla og við höfum einungis 5 mínútur til þess að tækla þetta. Talandi 5 mínútur þá eru þær hérna eitthvað staðar hafnar. Ættum við ekki, svona meðan að þú ert að finna út úr skriftinni þinni. Ég er búinn að íta á start, ég ætla að bjakka með það. Hvað segir þú, Þorsteinn minn? Ættum við ekki að vera með niðurtæleran inni hér sem þýðir að það er svona lágt undir í 5 mínútur og svo kemur eitthvað þegar 5 mínútur búnar 10 sekundur eftir okkur. Já, ok. Jú. Er ekki? Föndrum það eitthvað sem annað þegar við nennum og þegar ég segi við, þá meina ég þú. Skal föndra þetta bara eftir. Takk fyrir. Já. Start. Þáttu 25 og við erum ekki 26 6 og við erum ekki komni með þetta. Hver er eitthvað mesta fyrirmynd sem kallar en bæ í betrun? Ha? Já. Og undir þetta skrifar kall. Vá. Hver er eitthvað mesta fyrirmynd sem kallar en bur í betrun? Vá. Kona mín. Er hún kallar en bæ í betrun? Nei, ég kallar en bæ í betrun. Hún er mín helsta fyrirmynd. Já. Ég skil spurninguna þannig. Ná, lesa þetta aftur. Hver er ykkar mesta fyrirmynd sem kallar en bur í betrun? Við erum kallar en bur í betrun. Já. Hver er ykkar mesta fyrirmynd? Vá, ok, ég var að hugsa kallar en bur í betrun. Já. Sem væri fyrirmynd. Já, nei, það held ég ekki. Nei, en mér langa, já, með einn í huga. Nú. Já. Sko. Sagan búin? Nei. Ok. Ég já, konaðinn. Já, ég menna, þú veist, ég hef lært mest af henni. Alveg 100% sko. Og hérna, þetta hljómar er svo, hún sé hérna kvöldlítar í lífi mínu, en sko, já, þú veist, hún hefur svona, hún er opnað augu mín, hægt og síðandi, fyrir, og þú veist, það er ekki þess að við sem ykkur fyrirlestra kvöld heima, skilur við. Það bara, og kannski er þetta kannski líka bara svolítið ég að taka út þroska. Seinþroska. Já, að taka út seinþroska. Að hérna átta mig á heiminum, sko, smátt og smá. Pældu sem því hvað er ógeðslega ósangjant og pirrandi ykkur. Nei, menn þetta er ekkert einstæmi. Að konurnar okkur þurfa að vera að okkur upp og kenna okkur að skoða hluti lífið. Þetta er fáránlegt. Það er galið. Það er fáránlegt ykkur. Ég er ekki að gera lítið úr því. Ég auðvitað Huldakona mín líka þannig. Talandi Huldu konuna mína. Það var hún að banka hér. Já. Ef þetta pásu eða? Nei, Haukur minn, við ítum ekki á pásu. Við klippum ekki. Varst að pælja að opna eða? Já, komiði. Þetta er sennilega bara dóttir mér með enga lykil. Herra Haukur, talaði aðeins konuna þína. Herri, ég ætla ekki að láta tímann stoppa, sko. Nei. Ég er nefnilega á eftir að koma inn í þetta. Já. Þetta er eins og hérna hlustundur geta átt að segja á. Þá kunnum við ekki að klippa. Eða réttar að sagt nennu við ekki að klippa. Þetta er bara prinsipmál. Þannig að við höldum bara áfram. Hún er semst í vetrafríi. Já, það er vetrafríi. Ég elska líf mitt. Herðu, það sem ég ætla að segja er kallar en bæ bata. Já. Að því ég túlkaði spurningu þannig fyrst. Já.
Það Gísli Björgvin, vinur okkar. Gísli dagsins okkar? Já. Ok, af hverju? Sko, það er svo fallegt að fylgjast með honum. Var hann algjör kallanba? Nei, sko, ok, það er enda fyrir tvennum sögum það. Þú hefur bara 2 mínútur. Já, hvort að við séum að tala við konun hans eða hann sjálfan okay. Það hversu feminískur eða ekki kallanba hann en hann er bara svo, hann er svo ofboðslega sko, og ég náttúrulega líka því ég hef mikið verið með þeim inn á heimilinu þeirra og úti hjá þeim og eitthvað svona, að sjá hversu svona, ég ætla að segja einlægur, allan eins og hann byrtist mér og líka bara í samskiptum, hann er svo einlægur í kallrembunni sinni og svona arfleiðinni sinni og hann er svo líka einhvern veginn svo mjúkur í að bara setjast í því og hann ég bara síðustu samskipti sem áttum við hann sem var í gegnum hljóðskilaboð, þá svona fattaði bara hvað hann er búin að þroskast bara á síðustu árum. Já, þú nennir að hlusta alveg á hljóðskilabóðin hans en ekki mín. Ég þurfti að hlusta á hans, ég hafði ekki tíma í því en það segir manni að það er nú einhver aðdáun í gangi þarna. Nei, hann var að, ok, Haukur Nei, þú ert að skemma þetta núna. Ég skemma, þú eru orðfásangandur. Já, en almennt svo ég taki orðið frá þér er sko, almennt er bara rosalega heillandi að sjá, að mínum að sjá kalla sem að vita kannski upp á sér sökina, bara reyna að bæta sér smá. Já. Bara aðeins að gera eitthvað pínu. Já. Það geggja það sko. Já, ég sammála. En sko fyrirmyndina mínar, að sjálfsögðu hefur kona mín mjög mikil áhrif og í alls konar. En fyrirmyndir, svona, ef ég lít til einhverja, að þá er það þessar konur sem að sko hafa þurft að vaða, ég ætla að segja eld og brennistein og viðbjóð fyrir það að standa hreinlega bara með sjálfum sér og almennt konum. Og þá er ég vísað til bara Hilda Lillendal og Sóli Tómasdóttur og þú veist, já, mörguleitu Hulda líka, að bara einhvern veginn standa í gildunum sínum, standa á því sem er rétt og satt, sama hvað það kosta þær. Já. En auðvitað sér maður líka hvernig það fór með þær. Edda Falag og Öfgar og fleiri sko. Þannig að, en það eru fyrirmyndi sem að ég líti upp til og ég bara svona, ég er svo fullur aðdánar, bara í alveg þið sem að er ekkert endilega feminísku skiljið þetta ekki alveg og ég veit að við erum komið fram með tíma, en þetta er gjörsamlega insane, þetta er eiginlega pínu það að eignast barn, þú veist, og rekas í sinnum bara 5 stólar og bara reka alla tærnar í sko. Já. Að standa í þessu. Akkurat. Þetta gera þær bara. Og fá ekki laun fyrir það. Já, almennt. Fá sko andstæðana við að fá laun fyrir það. Já, heldur betur. Á ég að fara að sinna dóttur minni eitthvað eða? Já, ert þú ekki vetrafrí? Nei. Hvenær vetrafrí þér? Ég er ekki með barn í grunnskóla. Vetrafrí í leikskóla líka? Ekki í leikskólanum okkar. Nei, nú, já. En það er kvennafrídagur á morgun þegar þetta tekið upp. Já. Ha? Já. Þá verður kallinn náttúrulega heima með barnið. Já, ætlar ekki að fara með barnið neitt? Jú, þú veist, ég er með hann, skilur. Já, hann er á leikskólanum. Ha? Já, en þú veist, það er ekki leikskóli. Okkur ekki? Af því að það vinna bara konur á leikskólanum. Já, þú meinar. Já, gamli minn. Alveg rétt, já. Þannig að það er ekki leikskóli. Það er ekki leikskóli? Nei. Nei. Það er bara búið að gefa út, það er lokað. Sem bara gott. Já. Það er alltaf gaman að tala eitthvað sem er að gerast en þegar að fólk heyrir það þá er það búið að gerast. Það er búið að gerast, já. Þannig að þetta er eiginlega fárent samtal. Þannig að við segjum bara, vonandi stóðuð ykkur vel á föstudaginn seinasta helvítin ykkar. Já. Áttur ekki alveg örgulega við kallana og varst ekki að tala um konur það? Já, þetta hljóma heilla.